Og þá komið að 11. lið á dagskrá, það breyting á aðalskipulagi í Holtahverfi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það nú ekki létt að samþykkja svona fjárhagsáætlun, þannig að maður svona aðeins fyrir hjartanu, en næst taka við skipulagsmál og við þurfum að rúlla í gegnum nokkur skipulagsmál og við byrjum hér í Holtahverfi breytinga á aðalskipulagi. Liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 9. desember 2020. Lögðu fram tillaga breytinga á aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 fyrir íbúðasvæði IB17 og IB18 til samræmis við tillögu að deiluskipulagi fyrir svæðið sem hefur verið í vinnslu. Bæjarstjórn samþykkti sambærilega tillögu sem óverulega breytingu á fundi 20. október síðastliðinn, en Skipulagsstofnun féllst ekki á það og að fara þyrfti með breytinguna sem verulega breytingu á aðalskipulagi. Var tillagan kynnt með auglýsingu sem birtist 25. nóvember 2020 og felur í sér breytingu á ákvæðum greinargerðar varðandi áætlaða skiptingu íbúðategunda, hæð húsa og fjölda íbúða. Nú liggur fyrir umsagnir frá Hörgársveit og Minjastofnun auk 3 athugasemdabréfa frá íbúum á svæðinu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010, samhliða tillögu að deiluskipulagi svæðisins. Það hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu, gefið merki. Það eru 11.